Halli, 3-3 niðurstaðan, svona hvernig metur þetta? Alls konar. Það var bara eitt lið á vellinum í fyrri hálfleik og það var HK og við stálheppnir að komast í gegnum hálfleikin í jafna stöðu. Við gerum mjög vel í seinni, verjumst vel og komist í 3-1 frábærum skyndisóknum og hastaðan á með það. Svo það leikur bara á okkur. Og þegar upp í staðinn alltaf svekkjandi að fá sig að missa niður 3-1 forskot en svona ef maður horfir kannski yfir heildina þá getum við verið nokkuð sáttum með stig. En leikurinn ykkar bættist heilmikið í seinni hálfleik. Hvað var svona farið yfir í hálfleik? Það var farið í allar klisjurnar með svona grunnatriði og svo framvegis sko. Við þurftum alltaf bara að verjast betur og við þurftum að spila aðeins einfaldri sóknarleik. Við stóð bara ekki steinn við stein í fyrri hálfleik, það var bara ekki nóg gott og ég er mjög ánægður með hvernig liðið kom út í seinni. Og því sem komið var 3-1 yfir svekkjandi að fá, eins og þú segir, jafnteflismarkið? Já, maður var svona vona að við myndum hanga á þessu sko, en auðvitað lá því litt á okkur og þeir gerðu bara mjög vel, þetta er bara sterkt lið og pinnu okkur niður og dældu fyrirgjöfum í teginn og svo koma einn svona klaufaleg mistök á versta tíma í sjálfu sér sko og við töfum þessu niður, þannig jú, ásvekkjandi en ég er nokkuð stoltur af liðinu mínu fyrir seinni hálfleik. Nú eru 4 umferðir eftir deildin afar óútreiknanleg, svona hvernig meturðu framhaldið? Það er bara næsti leikur hjá okkur, hann er á móti Fylki sem náði frábærum úrslit í dag og við erum bara alltaf með sterkt lið, allir leikir erfiðir. En ég meta bara þannig, við þurfum bara að horfa í næsta leik, við þurfum bara að halda áfram að safna stigum og með að við setja hálfleikin í dag þá er ég nokkuð bjartsýnn fyrir framhaldið. Takk hérlega. Takk sem